Gott kvöld. Umbótasinnar hafa náð yfirhöndinni í valdabaráttu innan kommúnistaflokksins í Albaníu. Nú hafa 6.000 Albanar leitað á náðir erlendra sendiráða í Tirana. Launþegar og atvinnurekendur óttast að verðlag kunni að hækka allt að 1% umfram rauðustrikinn í september. Forseti ASÍ segir að koma verði í veg fyrir þetta með niðurfærslu. 2 Bandaríkjamenn sem voru í lítilli flugvél sem fór í sjóinn 400 km vest-suðvestur af landinu í gærkvöld eru taldir af. Markaðsstjóri sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna í París gerir sér vonir að allt að 300 tonn af íslenskum hafbetarlaxi seljist þar í sumar. Það 10-földun miðað við söluna í fyrra. Landsmóti hestamanna á vindheimamelum í Skagafirði lýkur í dag en mótsgestir voru 12.000 þegar flest var í dag. Forseti Íslands var meðal þeirra sem brugðu sér á bak á landsmótinu. Nú það fyrir víst ekkert á milli mála að rétt í þessu var heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu að ljúka á Ítalíu og lauk leik Vestur Þjóðverja og Argentínumanna með 1 marki gegn engu Þjóðverjum í vil. Þar með eru Vestur Þjóðverjar orðnir heimsmeistarar í knattspyrnu. Marki var skorað úr vítaspyrnu í seinni hálfleik. Og þá að öðrum heimsmálum talið að brottrekstur innanríkisráðherra Albaníu bendi til þess að umbótasinnar hafi náð yfirhöndinni í valdabaráttu forystumanna í kommúnistaflokknum. Brottrekstur innanríkisráðherrans og 3 annarra forystumanna þykir benda til þess að umbótasinnar hafi nú tögl og haldir í forystu albanska kommúnistaflokksins. Deilt hefur verið hvort sigla í kjölfar Gorbatsjovs í Albaníu allt frá því Enver Hoxha leiðtogi landsins frá stríðslokum lést árið 1985. Alía arftaki hans hefur smátt og smátt verið að slaka á klunni þótt hann ekki sýnt nein merki þess að vilja afnæma innræði kommúnistan. Albaníu stjórn hefur sagt að allt að 6.000 mann sem leitað hafa hælis í sendiráðum erlendra ríkja fá að fara úr landi. Hverfinu sem hýsir erlenda sendiráð í Tirana var lokað í dag en undanfarna daga hefur lögregla ekki reynt að hindra fólki að komast að sendiráðunum. Talið að einungis þeim sem þegar eru komnir í sendiráðin verði leyft að fara úr landi. Yfirvöld reyna nú að telja landsmönnum trúum að fólki sé ekki í sendiráðunum af fúsum og frjálsum vilja. Albanska sjónvarpið rauf sýning á knattspyrnuleik í gær til að sýna myndir frá sendiráðunum. Þar segir konan okkur í miklum hugaræsingi að sonur sinn, góður og gegn flokksmaður, hafi verið gabbaður til að fara inn í sendiráð og komist ekki þaðan út. Sagt að henni hafi ekki verið hleypt inn í vesturþýska sendiráð til að leita hans. Þulur segir að fólk sem sést ryðja sér braut eða klifra yfir girðingar til að komast inn í vesturþýska sendiráðið sé að fara þangað inn til að leita ættingja. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur sent sendimann til Tirana til að reyna að finna lausn á málum fólksins í sendiráðunum en aðbúnaður slæmur í þeim og fer dagversnandi, sérstaklega í því vesturþýska sem nú hýsir 3.000 manns. Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ segir þörf á niðurfærslu burt séð frá því hvort framfærsluvísitalan í þessum mánuði verður innan þeirra marka sem gert var ráð fyrir í kjarasamningunum í vetur. Ingimar Ingimarsson. Ný framfærsluvísitala fyrir júlímánuð verður gefin út á morgun og samkvæmt heimildum fréttastofu mun hún hækka mærast hærri en gert var ráð fyrir eða á bilinu 0,5 til 1%. Áætlanir kjarasamningana miðuðu við 0,4. Þyngst sögð vega hækkun áfengis og tóbaks. Gangi þetta eftir verður júlí annar mánuðurinn í röð sem framfærsla hækkar meira en stemt var að í kjarasamningunum. Hagsmunaaðilar eru farnir að tala allt að 1% hækkun í stað hálfs umfram rauðustrikinn í september. Framfærsluvísitala fyrir júlímánuð verður gefin út á morgun eftir fund kauplagsnefndar sem hefur verið boðið til fundar klukkan 8:30 í fyrramálið. Upp eru raddir að nauðsynlegt sé að sporna við fótum. Forseti ASÍ segir að þörf sé á niðurfærslu sem erfitt að skilja öðruvísi en sem lækkun verðs á vöru, þjónustu og öðru því sem hefur áhrif á framfærslukostnað. Í launanemnd hafa verið ræddar hugmyndir að lækka vörugjald, til dæmis jöfnunargjald á innfluttar vörur, að bensíngjald verði ekki lagt á eins og gert ráð fyrir í fjárlögum og reyndar virðist það hafa verið ákveðið ef marka má grein eftir efnahagsráðgjafa forsætisráðherra í Morgunblaðinu í gær. Gengishækkun hefur verið rædd sem kemur neytendum til góða að því verð á innfluttri vöru áhrærir og þá rætt að ekki verði úr hækkunum og verði opinberar þjónustu. Þá hafa vinnuveitendur vakið máls á hugmyndinu að launþegar fresti kauphækkunum sem kæmi til 1. október ef rauðustrikinn haldi ekki í september. Ég held að það sé alveg ljóst að allt sem við erum að vinna í þessu efni að það snýst það að reyna að tryggja kaupmáttinn. Það er ljóst að verðhækkanirnar að undanförnu hafa gengið á kaupmáttinn og þess vegna þurfum við niðurfærslu aðgerðir sem fyrst til þess að vinna þar á móti til þess að kaupmáttarviðmiðun samningana standi sem best. Og sama hugsun hlýtur að verða í okkar huga þegar við komum fram í september.
Þannig að fresta kauphækkunum 1. október, það kemur ekki til greina að mati ykkar? Ég held að það sé nú hreint út sagt ekki tímabært á neitt máta að vera að rökræða einhverjar kauphækkanir sem hugsanlega gætu komið til ef að ekki tekst að hemja það sem að við höfum fyrir framan okkur. Nú talið víst að 2 menn sem voru í lítilli bandarískri einkaflugvél sem hlektist á vest-suðvestur af landinu í gærkvöld séu allir. Þetta gerist tæplega 400 km út af Reykjanesi og vélin var á leið frá Gæsaflóa í Kanada til Reykjavíkur. Þetta var Cessna 182, eins hreyfilsvél 4 sæta. Eftir sem tjáð af flugmálastjórn þá heyrðist það síðasta frá vélinni að hún væri það bara lendi sjóum. Flugmaðurinn var að reyna að halda hann á lofti en síðan ekki meir annað en að skömmu síðar heyrðist í neðarsendi. Og hvernig túlkar maður þetta? Að flugvélin hafi lent í sjónum, hvort að henni hefur verið flogið í sjóin, það var mjög lágskýjað þarna, eða hvað hefur skeið, það er mjög erfitt að segja um það. Flugmaður annarar erlendra vélar sem var á þessum sömu slóðum heyrði neyðarkall og lét vita og leit var þegar hafin og leituð bæði íslenskar vélar frá Landhelgisgæslu og flugmálastjórn og bandarískar af Keflavíkurflugvelli. Hryssingsveður var þá á leitarsvæðinu. Eftir nokkurt hlé hélt Fokker flugvél Landhelgisgæslunnar svo að nýti leitar fyrir hádegi í dag. Hún sneri heim nú síðdegis eftir að hafa leitað í 4,5 klukkustund. Við leituðum hérna á þessu svæði sem að Talon hafi farið niður á, 220-30 míl hérna suðvestur af Reykjanesinu. Eins og þá ekki gert ráð fyrir framhaldi leitar að þessum komið í dag þegar sín fór þarna yfir þetta svæði eða á framhaldi af því svæði sem leitað var á í gær. Þá sáður gúmmíbát sem ekki hafði blásist út og maður verður þá álíkta að sá bátur hafi losnað frá vélinni þegar hún brotnaði. Því að staðurinn sem að báturinn sást á, hann það bil 10-11 mílur frá þeim stað sem að gert var ráð fyrir að hún hefði farið í sjóinn. Og ber þá að skilja þetta svo að mennin séu taldir af? Við verðum að líta svo á hann. Tilraunir með að selja íslenskan hafbeitarlax í París hafa gengið vel og verð fyrir hann verið hærra en fyrir eldislax. Þá gert ráð fyrir að salan í sumar verði verulega mikið meiri en í fyrrasumar. Nú við byrjuðum á síðasta ári og það var eiginlega fyrsta árið þar sem við vorum með eitthvað magn. 30 tonn, reyndist mjög vel, fengum alltaf hærri verð heldur en á eldislaxi. Og nú það bara að sjá hvað gerist á þessu ári. Hvað gerir þið vonur að selja mikið af hafbeitarlaxi í ár? Nú í einsárs hafbeitarlaxinum búist við að selja vonandi 200-300 tonn. Þetta er 10-földun á einu ári. Franskir fiskkaupendur hafa áhuga á hafbeitarlaxinum og nokkrir þeirra heimsóttu vogalax og silfurlax í gær til að kynna sér þar aðstæður. Ástæðan fyrir að betur gengur að selja hafbeitarlax en eldislax í Frakklandi er að hann er líkari villtum laxi og er auglýstur ytra sem slíkur og lögð er áhersla á að hann sé ekki fáanlegur ferskur nema í júlí og ágúst. Fyrirtækið Örokar annast heildsölu á laxinum fyrir SH og fulltrúi þess sem hingað kom var ánægður með það sem hann sá og bindur miklar vonir við söluna á hafbeitarlaxinum í samkeppni við eldislaxin. C'est un poisson différent, donc ça entraîne des ouvertures de marché différentes aussi. Plus tourné vers un produit de luxe, ce qui démarque du saumon norvégien ou autre, c'est-à-dire écossais, tous les grands pays producteurs, qui était devenu un produit très courant. C'est un peu la force de ce produit, c'est d'amener une différence, tourner vers le haut. Laxinn er seldur á Rönnsis fiskmarkaðnum í París sem er eitt stærsti ferskfiskmarkaður heims. Mikið frambúð hefur verið á eldislax á markaðnum og verð í samræmi við það að undanförnu. Meðal annars þess vegna er lögð mikil áhersla á að hafbeitarlaxinn sé í raun allt önnur og betri vara en eldislaxinn og þannig vona seljendur til að ná hærra verði. Ráðist hefur verið í mikla auglýsingaherferð í þeim tilgangi. Il le faut d'abord, puisque la chair est plus appréciée et donc il faudra qu'ils se vendent plus cher. Mais il faut bien attendre 1 an ou 2 avant de pouvoir le commercialiser à votre avantage. Vous l'avez vendu à quel prix jusqu'à maintenant? Pas assez cher. Du saumon qu'on vend suivant les tailles, dans les plus grosses tailles, 6-7 kg se vend à 55 francs kg. Meira Frakkland, öll helstu stjórnmálaöfl í Frakklandi jafnt á hægri sem vinstri kanti stjórnmála reyna nú að finna ráð til þess að stemma stigu við uppgangi öfgasinnaðra þjóðernissinna.
Allir helstu stjórnmálaflokkar Frakklands, menntamenn, trúarleiðtogar og fjölmiðlar hafa barist harkalega gegn uppgangi Jean-Marie Le Pens í 7 ár, en allt kemur fyrir ekki, hann hefur aldrei notið eins mikils fylgis og nú samkvæmt skoðanakönnunum 15 til 17 af 100 segist ætla að kjósa flokkans, þjóðfylkinguna eða Front National. Aðalstefnumál flokksins er að koma í veg fyrir innflutning útlendinga til Frakklands og leiðtogar hans gefi í skyn að ef þeir kæmust í valdaaðstöðu myndu þau koma þeim 3 milljónum útlendinga, einkum Norður-Afríkubúum sem búi í Frakklandi úr landi með góðu eða illu. Andstæðingar flokksins telja stefnu hans einkennast af kynþáttahatri og starfsætti af fasisma. Michel Rocard, forsætisráðherra Frakklands, hefur þegar lýst yfir að landamærum Frakklands hafi verið lokað. Le fait majeur qui domine les problèmes que nous rencontrons tient à ce que la France n'est plus une terre d'immigration. Uppgangur Le Pens hefur einkum verið á kostnað frönsku hægri flokkanna. Fréttaskýrendur eru einu máli að ákvörðun þeirra að stofna kosningabandalagi í síðustu viku megi aðalega rekja til þess hversu illa hefur gengið að kveða draug herskárra hægri stefnu Le Pens niður. En það ekki aðeins hægri menn sem spyrna við fótum. Auðkýfingurinn Bernard Tapie sem situr á þingi fyrir sósíalista hefur stofnað samtök borgaravettvang gegn kynþáttahatri. Tapie ætlar að vinna af alefli gegn Le Pen í 1,5 ár og setur sér það markmið að eftir þann tíma hafi fylgi Le Pens farið niður fyrir 10 af 100. Hvort Tapie tekst þetta skal ósagt að látið en hann hefur áður sýnt að honum tekst margt sem öðrum tekst ekki og er velgengni knattspyrnuliðsins Marseille dæmi það. Málefni innflytjenda eru enn heitasta málið í frönskum stjórnmálum og skemmst er að minnast umræðina á þingi nokkrum íslenskum stúlkum að bannað að bera blæjur í skólum. Tapie segir að ef uppræta eigi öfgastefnu Le Pens verði innflytjendur líka að gefa sig og virða siði þess lands þeirra sest að í. Önnur ástæða þess að frönskum stjórnmálamönnum þykir nú aðkallandi að grípa til aðgerða í innflytjendamálum uppgangur íslamskra öfgamanna í Alsír en þeir unnu sigur í bæjarstjórnarkosningu þar í vor. Sigri þeirri frjálsum þingkosningum sem haldna verði í Alsír innan skamms búast margir frakkar við holskeflu innflytjanda sem erfitt verða stöðva við núverandi aðstæður. Við vindum okkur næst yfir í Skagafjörðinn þar sem landsmóti hestamanna á vindheimamelum er að ljúka. Dagskráin var fjölbreytt en meðal þess sem gerðist var hópbreið hestamannafélaga. Forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, tók þátt í því atriði. Gestum mótsins hefur smá saman verið að fjölga og í gær var talað 10.000 manns væri á mótsvæðinu á vindheimamelum. Veður hefur farið batnandi í Skagafirði frá því dómar hófust á þriðjudaginn. Í ávarp á landsmótinu sagði formaður Landssambands hestamannafélaga á landsmóti komi hestamenn saman til þess að sjá það besta sem menn hafa fram að færa í ræktun og reiðsnild, en hefur það tekist. Ég held að það sé betri foss á þessum móti heldur en hefur áður sést á mótum. Það sé ekki spurning. Og einhvernar eru nú hærri, það einhverni fyrir gæðinga í A-flokki, þessi 15 hestana, það var tvisvar slegið einhvernametri. Það var búið að standa í 16 ár frá 1974 sem var sett á hérna líka á vindheimamelum á landsmóti, sem voru þá 9.24 en svo var einn hestur sem fekk 9.26 í gær og svo kom annar á eftir sem 9.27. Hesturinn sem 9.26 Muni frá Ketilsstöðum sem sýndur frá hestamannafélaginu Herði á Kjalarnesi og hinn hesturinn var svartur sem að Sigurður Báðarsson sýndi hér fyrir Fák. Það er náttúrulega til þess að taka að það er meiri þjálfun á hrossunum núna kannski heldur en áður hefur verið. Þau eru afskaplega vel undirbúin og hjá sömum knöpunum þetta 2-3 ára þjálfunartími sem að hefur tekið að koma hrossunum í svona há velun. Í morgun á þessum lokadegi mótsins tók forseti Íslands frú Vigdís Finnbogadóttir þátt í hópreið yfir 300 knapa úr hestamannafélögum landsins. Forsetinn er í gráðum fáki sem heitir Gustur. Að hópreiðinni lokinni var helgistund út undir beru lofti í veðurblíðinu á vindheimamelum. Síðan var gengið til Hóftungu sem er skeifulaga reitur þar sem plantað hefur verið 3000 trjám. Forsetinn plantaði þar 3 trjáplöntum. Í miðju Hóftungunar er Stuðlabergssúla sem forsetinn afhjúpaði en súlan er gjöf frá sunnlenskum hestamönnum til norlenskra. Hóftungan á að minna hestamenn á að þeir eiga landinu skuld að gjalda. Megi gróður og gleði fylgja þessum reit aldur og ævi. Til hamingju. Og síðdegis voru úrslit í gæðingaflokki og í unglinga- og barnaflokki og einnig voru verðlaun afhent fyrir kynbótarhross. Áætlað hafði verið að mótinu lyki klukkan 18:30 en mótinu seinkaði 2 tíma. Síðdegis var orðið mjög hvasst á mótsvæðinu.
Útflutningur á steinullarblötum til Englands frá steinullarverksmiðjunni á Sauðárkróki hefur aukist það sem af árinu og gert ráð fyrir að útflutningur frá verksmiðjunni aukist alls 1000 tonn á árinu. Að ræða þunnar plötur sem erfiðlega hefur gengið að fá framleiddar annar staðar. Til þess að annað verkefninu var það fjölga starfsmönnum 6 og hefur verið unnið á 3-skiptum 7 manna vöktum frá því lok maí í stað 2-skiptra áður. Einar Einarsson, framkvæmdastjóri verksmiðjunnar, segir að þetta verkefni sem eigi sér nokkurn aðdraganda sé viðbót við aðra framleiðslu verksmiðjunnar og að verðið sé gott. Ástæðan fyrir að steinullarverksmiðjan á Sauðárkróki geti annað því sé fyrst og fremst sú að framleiðslan þar sé ekki jafn stór í sniðum og í stærri verksmiðjum erlendis og því sveigjanlegri. Plöturnar sem ræðir eru tommu þykkar en venjuleg þykkt 3 tommur sem enski kaupandinn hefur orðið að saga niður í rétta þykkt. Verðið sé hagstætt fyrir báða og vonistandi til að framtíðarverkefni verði að ræða. Af framleiðslu verksmiðjunnar í fyrra voru seld 5200 tonn, þar af voru 2000 tonn seld til útlanda. Einar segir að í ár sé gert ráð fyrir að seld verði 6000 tonn og helmingurinn úr landi eða 3000 tonn sem 1000 tonnum meira en í fyrra. 800 milljónir sjónvarpsáhorfenda víða heim áttu í gærkvöld kost á að sjá og heyra í beinni útsendingu þegar 3 frægustu tenorsöngvarar heims sungu saman á útitónleikum í Rómaborg við undirleik 200 manna hljómsveitar undir stjórn Trúbín Meta. Þetta var óviðjafnileg stund að fá að sjá og heyra þessa stórkostlegu söngvara í gærkvöld í sjónvarpinu, í beinni útsendingu þar eða ekki. Það eru sennilega mjög fáir ef nokkri sem komast með tærnar það sem þeirra hælana þessi drengir, enn í dag. Þetta var stórkostlegt. Og ætla má að þessu líka hafi verið viðbrögð flestra ef ekki allra sem áhorfðu og hlýddu. Stórsöngvararnir 3, José Carreras, Plácido Domingo og Luciano Pavarotti sungu þarna saman í fyrsta sinn. Og allan ágóða þessum miklu tónleikum, milljónir dollara láta þeir renna til ýmissa líknarmála. 6000 manns voru samankomnir í rústum baðhús frá Og frá þessum yndislega söng snúum við okkur að íslenskum stjórnvöldum sem styðja illa við bakið á foreldrum forskólabarna. En það niðurstaða nýlegrar könnunar á kjörum barnafólks. Við höfum sagt frá því í fréttatíma sjónvarpsins að 2 könnunum beri saman það að íslenskar barnafjölskyldur séu óánægðar með aðstæður sínar og kjör hér á landi. Það vantar dagheimilispláss fyrir foreldrar eiga erfiðara með að vinna frá börnunum sínu hérna heldur en víða annar staðar. Bæjarfélögin og borgin hjálpa ekki eins mikið til eins og kannski mörgum fyndist að þau gætu. Sérstaklega kannski svo Reykjavíkurborg sem virðist allar eiga nú að seðlum. Ég held að það sé nú bara flest í þjóðfélaginu sem að bendi til þess að það sé ekki gert ráð fyrir börnum, bæði skólar. Að þegar þau byrja í skóla þá eru þau aðeins örfáa tíma á dag. Nú barnagæsla, ef að fólk er gift þá mjög erfitt að fá pössur. Og það dýr gæsla og eins og flesti vita þá erfitt kannski að lifa launum eins og einnig hefur náttúrulega konur farið meir út á vinnumarkaðinn en það fara þær ekki í margra ára menntun og sitja svo heima og gæta barna. Eins og við vitum þá bæði matvar og alla nauðsynjar þetta mjög dýra þannig að það þarf að fjölskylda þurfi báðar aðilar sem þurfa að vinna úti sko. Það bara allt þetta flandur með börnum þegar maður er út að vinna. En maður getur bara verið með það á einum stað. Eins og ég vinn halvan daginn, en maður getur bara verið með það á einum stað, þurfti ekki alltaf að vera með það á út kvippun og pappír. Í könnun Baldurs Kristjánssonar sálfræðings sýna niðurstöður að 70% barnafjölskyldna telja íslensk stjórnvöld styðja illa við bakið á foreldrum forskólabarna. Það athyglisvert þegar búseta þeirra sem svara skoðuð að mun fleiri eru óánægðir á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu. Það hlutfall hækkar svo enn ef móðirinn á heimilinu hefur í það minnsta lokið stúdentsprófi. Í þeim hópi svara 80% fjölskyldna því til að stjórnvöld styðji illa við bakið á foreldrum forskólabarna. Af þessu má ráða að óánægjan sé helst með framgang stjórnvalda í málefni barnafólks hjá fjölskyldum á höfuðborgarsvæðinu þegar móðurinn hefur í það minnsta lokið stúdentsprófi.
Keppninni Íslandsmeistaratitilinn í sjóstangveiði lauk á Ísafirði helgina. Íslandsmeistari Sigfús Karlsson frá Akureyri. Afli á mótinu var tregur. Mótið á Ísafirði var þriðja og síðasta mótið í keppnin Íslandsmeistaratitilinn í sjóstangveiði 1990. Hin mótin voru haldin á Akureyri og í Vestmannaeyjum. Fremur lítil veiði var keppnisdagana 2 eða innan við 2 tonn. Þá mótið hafi verið haldið á Ísafirði var róið frá Bolungarvík og réru keppendur á 6 bátum. Aflahestasveit Karla var sveit Magnúsar Ingólfssonar frá Akureyri með 310 kíló, en aflahesta kvennasveitin var sveit Elínborgar Benódusdóttur með 300 kíló. Aðalveiðisvæðið var út af Nesi og út af Rytnum, en þáttakendur voru 33 talsins, 8 konur og 25 karlar. Í dag var spilaður djass frá tímum stríðsáranna í Árbæjarsafni í tilefni sýningarinnar og svo kom blessað stríðið. Jazzband Tómasar R. Einarssonar lék við Dillonshús á meðan gestir gættu sér á veitingum og nutu tónlistarinnar í veðurblíðunni. Sýningin í Árbæjarsafni á að gefa mynd af mannlífinu í Reykjavík á hernámsárunum. Það er því við hæfi að rifja upp jazzlögin góðu sem spiluð voru á danshúsum borgarinnar á þeim tíma. Í Árbæjarsafni hefur verið tekin upp sú nýbreytni að hafa skemmtilegar uppákomur helgar og hefur það mælst vel fyrir. Síðustu helgi var stór harmoníkuskemmtun með fjölda harmoníkuleikara og næstu helgi verður lifandi sýning á starfsháttum fyrri tíma. Og helgina var glatt á hjalla í Súðavík, en þar var þess minnst að 100 ár eru liðin síðan Súðavík varð að þorpi. Til þess að staður geti talist þorp þarf minnst 100 íbúa, en því marki náði Súðavík árið 1890 eða fyrir 100 árum og var haldið upp á þau tímamót á margvíslegan hátt helgina. Nú eru íbúar Súðavíkur 250. Einnig var þess minnst helgina að 60 ár eru liðin síðan samkomuhús staðarins var vígt. 80 brottfluttir súðvíkingar komu á heimaslóðurnar í tilefni afmælisins. Hreppsnefndin fól 3 félögum að sjá undirbúning afmælishátíðarinnar og ekki annað að sjá en að vel hafi tekist til. Hér komu gestir með stórri rútu í gærkvöldi og eins kom fólk á eigin bílum og það býr hér í öll hús eru hér opin fyrir fólkinu hér í þorpinu, þannig að þetta er mjög gaman.